Næst á dagskrá skjalastefna Akureyrarbæjar. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, takk forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Liður 6 í fundargerð bæjarráðs þann 8. apríl 2020 þá voru lögð fram drög að endurskoðaðri skjalastefnu Akureyrarbæjar og drög að verklagsreglum meðferð skjala sem að bæjarráð samþykkti fyrir sitt leyti og endurskoða skjalastefnu og drög að verklagsreglum meðferð skjala og var málinu vísað til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Bara örstutt að markmið skjalastefnunnar að tryggja skráningu, vistun og meðferð skjala sé í samræmi við lög, reglugerðir og reglur Þjóðskjalasafns Íslands. Að öll skjöl varða málefni Akureyrarbæjar óháð formi séu upprunaleg, áreiðanleg, heil og nýtanleg, að tryggja aðgengi og öryggi skjala, að grísun skjala sé í samræmi við reglur og áætlanir þarum og auka skilvirkni og bæta upplýsingastreymi. Þetta 4. útgáfa af skjalastefnu og eru helstu breytingarnar sem að lögðar eru til núna. Að stefnan var í fyrsta lagi sett upp í samræmi við útlit upplýsingastefnunar, orðalag í kaflanum tilgangur var lagað, í umfangi, eða sem sagt í kaflanum umfang var skilgreining á skjölum tekin út og sett í staðinn í kassa efst á síðunum með öðrum orðskýringum og í umfangi stóð áður að reglurnar næðu til allra skjala nema bókhaldsskjala og skjala varða laun og ráðningar. Þessar undantekningar eru núna teknar út. Og í markmiði var orðalag púsað til en inntak textans óbreytt og bætt var við kaflanum leiðir að markmiðum. Í kaflanum ábyrgð var bætt við texta í ábyrgð skjalastjóra og deildarstjóra teknar út og upplýsingar persónuverndarlög voru uppfærð. Þetta mikilvæg stefna og ég held að þetta hafi verið sem unnin var meðal annars af starfsmönnum og ekki síst henni Kristínu Sólir sem einmitt situr hérna fundin ósýnilega, en vil ég þakka þeim fyrir og þetta mikilvægt að hafa skýra stefnu í þessum efnum. Þó þetta sé kannski ekki alltaf það sem við erum að hugsa fyrst og fremst, en að skjölin okkar séu vistuð með það sem fyllsta öryggis og hýsing gætt skiptir alveg ákaflega miklu máli til lengri tíma litið. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið málsins. Næst til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú bara fagna þessu að þetta sé komið fram og við séum að samþykkja þessa stefnu hérna. Og þó að sé einmitt kannski þannig að við erum ekkert að hugsa þetta á hverjum degi, þá það nú samt þannig að það fullt af fólki sem að hugsa alls konar atriði. Sjálf þekki ég dæmi þar sem að hefur verið reynt ítrekkað að fá aðgang að ákveðnum skjölum sem að eiga verið til hjá Akureyrarbæ frá því í byrjun febrúar. Það sem að ræða, að vera að spyrjast eftir hvað heitir það nú, samkomulag milli ráðherra og Akureyrarbæjar framfylgd sektarákvæða samkvæmt umferðarlögum. Og þetta hefur reynst bara gríðarlega erfitt og búið að ítrekka núna af þessum aðila þrisvar að sem verið að leita að aðgangi að þessum skjölum og hefur ekki fengist ennþá. Þannig að ég bara fagna þessu virkilega vegna þess að einmitt að því við erum ekki alltaf að hugsa þetta, að þá svo mikilvægt að þetta sé einhvern veginn í bara mjög góðu lagi og ég held einmitt að störf skjalavarða séu svona með þessum vanmetni störfum sem að á bakvið tjöldin sem að einmitt enginn svona pæli mikið í fyrir en að það komin upp einhver vandamál. Þannig að ég vildi bara tjá mig þetta. Takk. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir, lokið máli sínu og orðið laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðstig sem geta samþykkt þessa stefnu gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.